Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Til okkar komin Guðný Birna Guðmundsdóttir. Hún oddviti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ og búin að vera í bæjarstjórn undanfarið 3 kjörtímabil. Vertu velkomin. Takk fyrir. Svona áður en við komum að Reykjanesbæ þá gerir ég ráð fyrir að þú hafi verið á mikilli ráðstefnu Samfylkingarinnar síðustu helgi. Passar. Það sem að ég tók upp 2 setningar sem að segja Samfylkingin hefur látið verkin tala í ríkisstjórn. Nú ætlum við að gera slíkt til sama í sveitastjórnum vítt og breytt landið. Við viljum einfalda daglega lífið fyrir alla og gera það betra. Hvernig ætlaði að gera það? Sko það sem kom skemmtilega óvart að margar tillögurnar, þetta svona grunntillögur hvernig Samfylkingin getur aðstoða fólk við þetta daglega líf og amstur, sérstaklega þetta kemur að barna fólki og ungmennum. Og við erum búin að gera fullt af þessum hlutum. Þarna eru tillögur eins og að börn og ungmenni fá frítt í strætó. Við erum með frístundastrætó hjá okkur sem að við innleiddum 2021 og það hefur meðal annars orsakað það að við erum búin að tvöfalda börnin okkar í frístundaheimilunum. Þessi þjónusta foreldrum gjaldfrjáls, þetta inn í gjaldinu, þannig að gjaldið hækkaði ekki. Þannig að það kom alveg skemmtilega óvart hvað margt sem að við höfum þegar gert. En þetta svona hugmyndafræðin á bakvið þetta að sveitarstjórnarmáli snúa meira að heimilunum, að fjölskyldunum beint. Þannig að hvað getum við gert til að hjálpa þér, auðvelda lífið með einhverjum hætti. Þannig að það var svona forskrift flokksþingsins okkar núna síðust helgi. Nú það sem við erum eftir að ræða örugglega eitthvað af sambarilegt. En ef við förum aðeins inn á Reykjanesbæ. Og kannski byrjum aðeins á svona stöðu sveitafélagsins og bæjarstjórns. Reykjanesbær hefur farið gegnum mikla fjárhagslega endurskipulagningu á undanförnum 12 árum. Hvernig sérðu fjárhaginn þróast á svona næsta kjörtímabili og rými fyrir stórar framkvæmdir eða jafnvel skattalækkanir? Já, gaman að koma inn á það. Nú hefur umræðan verið svolítið stóra mikil varðandi fasteignaskattin sérstaklega. En það sem við hefum gert núna allavega síðustu 2 kjörtímabil að lækka fasteignaskattin. Við lækkuðum C-skattinn svokallaða í atvinnuhúsnæði úr 1,65 í 1,45%. En þetta hlutfalli í hámarki í nágrannasveitarfélögunum okkar. Og þegar við berum okkur saman við önnur sveitarfélög, Hafnarfjörður náttúrulega langlægstur en það mikið atvinnustarf sem þar, en þegar við horfum annað, Kópavog, Akureyri, Akranes, þá erum við mun lægri en þau sveitarfélög, þannig að við höfum gert vel þar, getum við gert betur, það alltaf spurning hvers kjörtímabils fyrir sig eða hvers fjárhagsáætlana fyrir sig, hvað svigrúmið, út af því að við þekkjum öll sögun okkar undanfarin ár og fjárhagsstöðun okkar og við höfum þurft að spara því miður lengi til þess að ná okkur á strik, þannig að það óbúslega flókið á sama tíma og við erum að sjá 1000 manns sem að flytja til okkur árlega undanfarin áratug á meðan við þurfum uppbyggingu og við erum að ná fjárhagnum að stað, þannig að þetta búið að vera mjög flókið fjárhagsmál sem Reykjanesbær en við erum komin á mun betri veg en það búið að taka tíma, vissulega. Nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins sagði hér í viðtali á Víkurfréttum ekki alls fyrir löngu að það væri mjög, hann vildi lækka fasteignagjöldin og taldi sig geta búið til meiri tekjur fyrir sveitarfélagi. Hvað segir þú um það? Með lækkun fasteignaskatts? Já, lækkun fasteignagjalda. Það sérstakt. Ástæðan fyrir því að við rýndum þetta núna lengi og vel, núna í fjárhagsáætlun, við samt lækkuðum að skattin úr 0,25 í 0,23%. Þannig að við sáum bil til að lækka og gerðum það. En sveitarfélög í grunninn eru með 3 tekjustofna. Það fasteignaskattur, útsvar og framlag og jöfnunarsjóði. Og þegar þú lækkar einn tekjustofnin sem leið hefur áhrif á jöfnunarsjóðin, þá sé ég ekki hvernig það tekju aukandi. Þannig að ég skil ekki alveg pælinguna þar. Það sem að við höfum rýnt í að hvað marki getum við lækkað álagningarhlutfall fasteignaskattsins sem að við höfum gert.
ítreka núna undanfari 9 ár. Þannig að við erum aftur, þegar við berum okkur saman við sambarleg sveitafélög og sveitafélög hér á Suðurnesjum, þá erum við langlægst. Þannig að þessi umræða skrítin, en að sama skapi þá hefur fasteignaskatturinn hækkað mjög ört undanfarin ár, en það líka bara út af því við erum að byggja meira og hinga flest þessir 1000 manns á ári, þannig að við erum að belgjast út sveitafélag og mjög hratt og það skýrir þessa öru hækkun. En við höfum enga síður lækkað þetta jafnt og þétt undanfarin 9 ár, eins og við getum með að vera reksturinn. Hefur það áhrif á jöfnunarsjóð, framlag og jöfnunarsjóði ef að þið lækkið önnur gjöld heldur en útsvar? Nei, fasteignaskatturinn tengist þar inn, þannig að ef við lækkum þann tengistofn þá höfum við áhrif á tekjuframlag úr jöfnunarsjóði. En útsvarið í hámarki hjá okkur eins og flestum öðrum sveitafélögum á Íslandi. Þannig að það fáir að sýsla með þá prósentu, þannig að þetta aðalega hvað getum við komist á mótsvið með fasteignaskattinum. En það höfum við vissulega gert og jú, fólk að borga háan fasteignaskatt hér, en við erum að lækka hann eins og frekast miðað við rekstur sveitafélagsins. En svona bara fjármál bæjarfélagsins undanfarin 12 ár, þetta var stór verkefni hjá okkur fyrir 12 árum síðan og hérna það sem að bæjarstjórinn ykkar var nánast í fullu starfi í fundarhöldum við það. En ertu ánægð með hvernig til hefur tekist? Heldur betur. Við eyddum fyrstu 3 árunum í endurskipulagningu. Við þurftum að setja hærri álögur, við þurftum að straumlínlega alla rekstur, við fórum yfir alla reksturinn, alveg fram og tilbaka og það skilaði okkur á fína stað. Við söfnuðum fyrir því sem við gerðum, við tókum ekki lán í áratug. En núna finnum við að það komið þrýstingu til framkvæmda, þannig að við höfum verið að fara í það jafnt og þétt eins og frekast núna undanfarin ár. Þannig að þú vottir eftir að svara með hvað með stóra framkvæmdir? Hvað með stóra framkvæmdir? Við hefum náttúrulega verið... Sérðu fyrir þér Já, við verðum að fara í þær. Já. Við verðum að fara í næstu grunnskólabyggingu, við þurfum að halda áfram með uppbyggingu leikskóla. Við erum að sjá það núna, við byggðum 3 nýja leikskóla á kjörtímabilinu sem fáheyrt í sveitafélögum að gera, en nú sjáum við að það að losna pláss og við sjáum að við náum öllum 18 mánaða börnum inn núna í ágúst og jafnvel yngri börnum, við höfum pláss fyrir yngri börn. Þannig að það blessunlega að horfa til betri vegar þar, en við þurfum að fara að byggja samt halda áfram í uppbyggingu leikskóla og við þurfum að fara að byggja næsta grunnskóla. Það liggur alveg við. Og hvar verður hann? Hann verður annarkvort í Hlíðahverfi eða í Ásbrú. Og eflaust þurfum að fara að hefja standa við báða, þannig að hverfið okkar stækkar mjög hratt. Og næstu leikskólar líka á döfinni? Já, við þurfum að klára Stapaleikskóla, við þurfum að klára hann verður 120 barna leikskóli og svo erum við að fara af stað með gamla Garðasel, hann verður rifinn og verður byggður nýr í staðinn sem að rúmar vonandi 120 barn. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að manna nýja leikskóla? Nú veit ég dæmi að þið náið ekki að manna allar deildir í nýjasta leikskólanum ykkar, sem 6 deildarskóli og þið hafið ekki náð að manna 2 deildir. Hvernig sjáu þið, þetta mjög erfitt verkefni að manna leikskólan? Þetta ekki búið að vera erfitt. Við höfum verið lánsöm með að við höfuðborgarsvæðið að til okkar hefur leitað starfsfólk og meira segja leikskólakennarar, þannig að við erum mjög þakklátt fyrir það. Við höfum líka innleitt fullt af valmöguleikum sem að til hagsbóta fyrir leikskólaumhverfi. Við höfum verið með ýmis úrræði þar sem við höfum innleitt á kjörtímabilinu, en auðvitað þetta alltaf áskorun og við viljum halda í faglegt starf leikskóla, þannig að við erum að gera okkar besta þar. En það líka í varðandi efnahagsumhverfi eitthvað núna, ég meina það atvinnuleysi á svæðinu, vonandi vill fólk koma og vinna hjá okkur og prófa þetta frábæra starf. Ég meina auðvitað viljum við eins og frekastur fá fagfólk í þessi störf, en það okkar að byggja góða byggingar og laða til okkur gott starfsfólk með góðu faglegu starfi og vona það besta. Ég meina við verðum bara að vera bjastin á það. Og þegar við erum í skólamáluna kannski ekki hægt að sleppa þér öðru sem að spyrja þig út í endurbyggingar á eldri skólum eins og Holtaskóla og Miðlabakaskóla út af miklu vandræðum og reyndar fleiri meira húsnæði sem það hefur þurft að fara í.
þegar þú horfir á það núna, þú veist, telur að þið hefðu getið gert þetta einhvern veginn öðruvísi. Þetta búið að kosta, hvað ætti kostnaðar sé komin í 10-12 milljarða heildar kostnaðar, fer hann í það? Hann fer nálagt því, já. En sko, hugmyndin fyrst var bara að þetta var stórkostlegt vandamál. Við vorum með rakaskemmda skóla og spurningi var annarkvort að rífa það báða eða endurbyggja það eins og við kusum að gera. Það þótti vera fljótlegra og kostnaði minna fyrir samfélagið. Jú, þetta búið að taka sinn tíma, vissulega, en við erum ekki að drífa okkur að gera þetta vel. Og ég vil bara vera alveg skýr með það að við viljum ekki stytta okkur leið og gera þetta á einhverjum hrakhólum. Við viljum það ekki. Við viljum að þetta séu frábærar skólabyggingar, heilsusamlegar og nýtist til framtíðar. Og það líka samhliða því erum við að stækka þær. Þannig að Myllubakaskóli verður 500 barna skóli þegar yfir lýkur. Við stækkum 150 börn. Við stækkum íþróttahúsið. Við erum að laga aðgengismál eins og í Holtaskóla, bæta við lyftum. Við erum að bæta þar 80 börnum. Þannig að jú, þetta tekur tíma, það má alveg gagnrýna það, en góður hluti taka tíma og við ætlum ekki að stytta okkur leið með að gera þetta á handalöpum. Það gerum við ekki. Heldur var það reikna út á sínum tíma að þetta var ódýrara heldur en að rífa gömlum byggingarnar og byggja nýtt? Já, þetta var ódýrara og þetta þótti skári kostur, en svo alltaf líka þegar þú ert með svona gömul hús, þegar þú ferð að leita og taka allt honni í kjöli þá oft finnuru eitthvað meira, þannig að en við bara ákvaðum að fara þetta svona. Þessum framkvæmdum að ljúka, mun ljúka á næsta ári að mestu leyti, nema lóðafrágangur á Myllubakaskóla. Þannig að, en þá erum við komið með frábær skólabygginga til framtíðar fyrir fleiri börn, þannig að þannig erum við að áætla að hverjum okkar stækki og börnum fjölgi og þetta verða heilsusamlega byggingar fyrir fólki sem í þeim alla daga. Hvað með gámaeiningarnar, ef ég fæ að orða á þannig, það vist talað um svítunar. Já, svítunar, sem að náttúrulega losna núna þá þegar að Holtaskóli og Myllubakaskóli að klárast. Hvað ætlaði að gera við þær? Kemur til greina allins bara að Garðaselssvæði þar sem að gamall leikskóli sem þið eru að rífa út af Myglu, að setja svítunar þar? Vera með ódýrari byggingu heldur en nýjustu leikskólanir sem hafa kostað mikla peninga? Þetta náttúrulega einn valmöguleiki vissulega, en við höfum hug á að rífa og byggja upp samhliða. Við eigum talsverðar svítueiningar, nú þetta ekki gámar, nú þetta viðurkennt húsnæði, en nú erum við með verkefni út allt eins og ég kom inn áðan, samfélag okkar að stækka, þannig að það ákall í fullta starfsemi hjá okkur að fá meira húsnæði. Þannig að núna erum við að kortleggja hvað við eigum mikið og hvað að losna. Nú erum við að taka seinni svíturnar frá Myllubakaskóla. Þannig að nú erum við að skoða það þessa vikunar hvert eiga að fara. Þannig að við nýtum þetta húsnæði til góðra verka. Þetta hefur komið ágætlega út? Já. Það er ánægja með þetta? Algjörlega. Það heyrir ekki annað? Já, ég bara hvet alla til að fara inn í. Þetta er ekki frystikamar, þetta er með gluggum og hurðum og þetta er bara frábæra einingar. Þetta var að góð lausn í rauninni þegar hún kom. Ég meina, við hefum þurft bara að taka áskorunum hlaupandi, þetta er hluta því. Og líka bara þegar út með ekki einn heldur 2 grunnskóla sem fara á sama tíma, þá vorum við bara stóðum frammi fyrir bara hvert eiga börnin að fara. Þannig að jú, þetta var góð ákvörðun á sínu tíma og hún er búin að reynast vel. Aðeins svona kannski atvinnumálin að því að við erum að ræða komandi kosningar og hvernig sjáu þið það fyrir ykkur í samfylkingunni? Það er nokkuð ljóst að það hefur lengi verið talað um að það vanti meiri fjölbreytni í atvinnulífið í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum og þó svo að bæjarstjórn búi ekki til kannski störf, þá er það að vissuleyti gera það, jú, með því að margt sem þau eru að gera. En hvernig svona sérðu fyrir framtíðina núna? Þarf ekki að einhvern veginn með öllum ráðum að búa til meiri fjölbreytni í atvinnulífinu? Að sjálfsögðu. Það er bara hornsteinn okkar samfélags og þú sér bara hvað við gerst á fitjabrautinni á okkur. Þarna bara auglistu við lóð og þarna komið áhuga sem aðilar og þetta er einn stærsta krónuverslun á Íslandi og stór bík og stærsta gældir.is bara komu og rosalega flottur verslunarkjarni. Ég held að
Ég alveg samfærið það að framtíðin liggi svolítið í verslun og þjónustu hér. Ég menna við erum fyrst og síðast að stopp hjá alþjóðaflugvöllunum okkar, þannig að fólk fara að sjá tækifæri þarna. Þú sér bara að Netto að byggja nýja stórkostlega verslun sem við Reykjanesbrautina, þannig að við eigum eftir að sjá meira af þessu, alveg hygglust. Þannig að þarna voru við bara búa til umgjöruna. Við vorum að auglýsa lóðina, áhugasamir, ég menna við erum með fyrirtæki eins og World Class sem að horfa til okkar með verkefni og við erum með verkefni í Bígerum að stækka Njarðvíkurhöfn og við erum bara að setja nýjar atvinnulóðir út af því við vorum að kaupa kísilveru okkar tilbaka út af því að við viljum bara auglýsa lóðir og fá hér fyrirtæki. Hérna er frábær hafnaðastaða, hérna er 10 mínútur í alþjóðaflugvöll, hér eru tækifærin. Þannig að við erum alveg þar og erum búin að vera mikið að markaðssetja það og tala fyrir því. Þannig að fólk er alveg að sjá Reykjanesbæ sem perluna sem hann er. Og það er fallegi bæinn okkar, mitt á milli góðra hafna á flugvallar. Það var nokkur umræða á síðustu bæjarstjórnarfundum einmitt framkvæmdir og áætlanir World Class með hótelbyggingu og svo margt annað sem var risa framkvæmdir rauninni. Og sérðu það fyrir þið, eru þið í einhverju talsambandi við eiganduna hjá World Class sjálfsög? Já. Ég meina, það er full alvar á bakvið þetta ennþá? Já, það er allavega að þeir eru stórhuga og það sem við erum bara rýn í núna er stærð verkefnisins. En það var alveg, kom fram á síðasta bæjarstjórnarfundi að þeir ætla að halda hér íbúafund og kynna sínar fyriráætlanir út af því að það er annað að vera með áætlun í skipulagsgátt og að sýna íbúum sem virkilega búa þannig kring, þannig að við bíðum bara spennt eftir því. Þú varst að taka fyrstu skóflustunguna innan gæsalappa að niður yfir kísilvers byggingarinnar. Hvernig tilfinningu var það? Það var ótrúlega. Hún var jafn gleðileg og hún var sorgleg. Ég meina við þekkjum þessar fréttir, ég meina fjárfestingin sem fór í þetta batteri og á sínum tíma, það var alveg, maður skildi á vissan hátt, atvinnumálin voru hér í ólestri og fólki vantaði vinnu, þannig að þetta var ákveðin kostur en bæði hvernig þetta gekk og bara hvað þetta er búið að vera í langan tíma núna, 9 ár er eitthvað að opna, er ekki, er verið að selja út á landi og maður er svona alltaf að hrökkva til eða frá, þannig að þetta er óbúslega góður svona ljúfsarendir getur maður sagt að nú bara er búið að höggva þennan hnút og Reykjanesbær getur fara að auglýsa þessar atvinnulóðir þegar niðurrif er lokið. Þannig að og við fögnum því bara hérna heima fyrirtæki að kaupa þetta og stórhuga líka atvinnuuppbygging á svæðinu, þannig að við fögnum því. Viltu aðeins útskýra þennan samning við aðilanna sem voru að kaupa þetta, eigendur Reykjanes Investment? Þið kaupið af þeim lóðina, er það ekki? Já. Og hvað, út af hverju er það? Akkur eiga þeir ekki bara lóðina eða viljið þið, er þetta spurning skipulagsvaldi hjá ykkur eða? Nei, við höfum alltaf skipulagsvaldið, en lóðin er mjög stór og við erum að kaupa efri part af lóðarinnar, þannig að þeir eiga ennþá neðri partinn. Og vonandi getum við bara þróað eitthvað saman eða í ykkur lagi eða hvernig sem það fer, en aðalatri er að þessar byggingar sem er það fyrsta sem hún sér þegar hún kemur til Íslands fara niður og við ætlum að auglýsa þær til að fá spennandi fyrirtæki að setjast í Helguvík. Það er aðalatri. En talandum eins og þetta fyrirtæki Reykjanes Investment verðast vera að gera marga góða hluti og þeir hafa verið að kynna fyrirætlanir sínar frekari uppbyggingu eins og hér í Grófinni og á Hafnargötunni og eru meðal annars að gera það nú þegar. Svona talandum það að er heima fyrirtæki að gera flotta hluti en eru þið inn í þessu svona, eru þið í einhverju samtali við svona fyrirtæki sem að leggja virkilega svona, við getum sagt að þeir séu með vissa áhættu í gangi að kaupa hér byggingu kísilvers og byggja upp í Helguvík og eru með stórhuga hugmyndir íbúðabyggingar hérna í nágræninu? Nei, ég meina þetta eru bara frábærir aðilar sem er í fyrirtækjarekstur hér í bæ og við komum vel fram með öll fyrirtæki og viljum endilega fá fleiri, við viljum að hér sé blómlegt atvinnulíf og fólk fái störf hérna. Við erum ferðaþjónustubær sem er frábært og við erum með fullt af þannig fyrirtækjum, en það sem hefur svolítið komið niður á okkur er að þegar þessar efnahagssveiflur verða og þær verða svo oft hér út af flugvellinum að við séum stöndu í öðrum atriðum líka. Þess vegna viljum við líka horfa til nýsköpunarfyrirtækja annars en þetta er mikilvægt en auðvitað við tökum vel á móti öllum.
En það frábært að sjá hugi í okkar flottu fyrirtækjum og uppbygging Reykjanes Invest bara frábær. Og það náttúrulega hafa fleiri fyrirtæki komið myndalega inn og eins og byggingafyrirtæki Bygg sem að svona kannski fyrsti stóri aðalinn sem að gerir byggingaframkvæmdir byggir íbúður og hús myndalegar heldur en áður þekktist hérna. Já, og bara búa til fallegt hverfi. Já, þetta verið tekist vel hjá þeim, eða ekki? Já, sammála því. Já. Og þið hafi verið, í nokkuð miklu samstarfi við þá í rauninni, má segja, svona í þessari þróun. Já, þetta náttúrulega aftur, við erum með deiliskipulagsvaldið, þannig að við erum alltaf fyrsti staður og ef þetta fer út í eitthvað óeðlilegt, þá eðlilega stoppum við það. Við erum ekki að byggja 20 hæða blokkir eða annað slíkt. En jú, við erum búin að komast til mótsvöld fyrirtæki sem vilja vera hjá okkur og aðalatri að við bara viljum byggja upp fallega Reykjanesbæ. Við viljum vanda til verka, við viljum að hér sé umhverju fallegt og leið og það gerist, þegar þú skapar aðstæðu til þess, þá koma fleiri. Og það svolítið okkar hlutverk líka að gera Reykjanesbæ fallegu perlun sem hann og til þess að laða fleira fólk til að koma til okkar. Og þá getum við komið að akademíu réttnum, sem sagt í kringum húsnæði feimleika deildarinnar sem hefur verið fyrirverandi akademíu. Er ekki eining þessa framkvæmd eða þessar hugmyndir? Sko, ég held að sé alveg eining uppbyggingun á reitnum, þannig séð. Ég veit að minnihlutin hefur miklar áhyggjur á bílastæðamálum, þótt að þarna séu teiknaðir bæði bílakjallari og mögulegt bílastæðahús, auk fleiri hugmynda bílastæði. En það sem við hefum sagt að þetta frábæra verkefni sem við erum búin að vinna núna í nokkuð tíma, að við getum fasaskipti. Þannig að við erum alveg á því að byggja upp, við getum farið með þetta í 6 fasa, að byggja upp einn og sjá hvernig þetta kemur út og byrja rólega. Við erum náttúrulega að halda í við að þennan mikla íbúafjölda sem ég kom inn áðan, þannig að auðvitað hyggilegt að fara rólega af stað og það það sem við hefum sagt, það enginn að fara að byggja upp allan reitin á einu ári. Þannig að, Þið sjáuð þarna fyrir ykkur svona einhvern huggulegan miðbæ algjörlega, einn af mörgum. Já, einn af mörgum. Einn af mörgum. En talandi íbúafjöldan, getur þetta haldið svona áfram? Það búið að vera mikil íbúafjöldi, sérst það aukning á heilan áratug. Já. Frá 2014 búið að vera mikil 60% aukning. 60%. Þetta er náttúrulega fordæmalaust í rauninni á Íslandi. Að eitt sveitafélag að íbúuna fjölgir svona mikið. Sérðu þetta fyrir þér áfram? Sko, við erum búin að segja í mörg ár, næst verður þetta 23%, næst verður það svona meðaltals en við erum yfirleitt að horfa í 5% upp úr. En það líka gleðilegt að við erum þannig sveitafélag að fólk vil flytjast til okkar. Við erum með frábæra leik- og grunnskóla, við erum með frábæra ungmennafélög, við erum ferðaþjónustu bær. Hérna fólk að koma og flytja til að vinna í flugstöðun okkar og fyrirtæki þeim tengdum. Þannig að þetta eðlilegt upp á vissu marki en þetta ofboðsleg fjölgun. Og á sama tíma að vera að auka hér innviði, á sama tíma og við erum að ná okkur eftir fjárhagskreppu, þetta bara búið að vera flókið. En ég veit það ekki. Ég búin að halda svo ofta að þetta komist í eitthvað jafnvægi. Núna verið að tala meira atvinnuleysi og við heyrum, ég var að heyra núna að umræddir fyrirtæki Bygg væri stopp í sínu framkvæmdum og fleiri væri það heyrist svona eitthvað svona áhyggjutónn víðar úr svona atvinnulífinu. Kemur þetta eitthvað einu svona borð til ykkar í bæjarstjórninni? Já, auðvitað maður að fylgjast með hagkerfinu okkar og maður finnur að það ákveðin kólnun í gangi. Maður finnur það og maður sér það og auðvitað höfum ágjör af þessu út af því að gegnum gangandi alltaf þegar það verður aukning í atvinnuleysi þá eru við hæst. Það bara hefur alltaf verið þannig. Þannig að eðlilega jú og við höfum verið að ýta á eins og Vinnumálastofnun að vera með sérstakt úrræði hér til þess að bregðast við þessu. Við erum að reyna að styrkja það sem að við getum gert. Getum við gert eitthvað sem sveitafélag, ráðið fleiri til okkar. En svo atvinnustöðningu sem fyrirtæki geta gert en mér finnst svona gegnum gangandi að það ákveðin kæling núna vonandi verður hún til skamms tíma við sjáum hvað ferðaþjónustu sumarið færir okkur en auðvitað vissulega höfum við ágjör af þessu. Svona að öðrum málefni eldri borgara nýbúið að opna
nýtt hjúkrunarheimili og svona hvernig hefur horfur á stöðun í þeim málum? Sko, við vorum rosalega glöð í að fá okkar frábæra hjúkrunarheimili 80 rými og tæmdum þar hléfangu út en svo sér maður þetta stór átæk í uppbyggingu hjúkrunarheimila hjá ríkisstjórninni sem bara fínt að þurft að fara í þessi mál, ég meina það búið að vera raun fækkun hjúkrunarrýma undanfarin áratug sem skelfileg þróun. Þannig að það horfið til betri vegar þar en það breytir því ekki að það þarf að leysa vandamálin eins og þau eru í dag. Ég meina 70 manns umfram eðlilega rúmgeti á Landspítalanum eðlilega á bráðamóttökunni þar. Þannig að já, þetta var gleðilegt í stuttan tíma. Ég meina HSS aftur orðið fullt af skjólstæðingum og við verðum að reyna að bregðast við þessar áskorun. Ekki búið að gera samning við aðila sem ætla að byggja hjúkrunarheimili á Ásbrú? Það í vinslu að það verði hjúkrunarheimili á Ásbrú með alltaf 90 rúmum, ef maður rétt. En það eitthvað sem að tekur tíma að aðlaga, þannig að En þeir eru að nýta eldri byggingar og til þess að geta klára þetta á stuttum tíma. Einmitt. Á 1,5 eða 2 árum, ég held að sé eitthvað svolítið 18 mánuðir. Já, og það verður bara óbúslega gleðilegt þegar það raungerist út af því að við þurfum rými sem fyrst. Aðeins að íþróttamálunum, þú sagði frá því nýlega, ég minnir á bæjarstjórnarfundi að þið hefðu aukið framlag til íþróttamála. Maður búin að sjá svona umræðu hjá sjálfstæðismönnum, þeir eru alls ekki sammálaðir og segja það að Reykjanesbær sé langt á eftir í framlagi til íþróttamála, framlag til eða veist að byggja þær byggingar sem vantar fyrir íþrótturana. Hverju svarar þú því? Sko, í byrjun á þessu kjörtímabili var framlag skatttekjur íbúa til íþróttamála 6% sem var bara mjög lágt. Þannig að við höfum núna á þessu kjörtímabili reynt allt hvað við getum til að hækka þessi framlög. Þau eru komið núna í 9,2% á sama kjörtímabilinu. Það eru auka 1,2 milljarður sem við höfum sett í íþrótta og tómstundamál. Við höfum hlusta á ungmennun okkar, þau vildu félagsmiðstöðar inn í sína skóla, þannig að við fjölguðum í grunnskólanum félagsmiðstöðum úr 1 í 4. Það erum við búin að gera. Við vorum að byggja nýja körfuboltahöll, æsmarhöllin okkar frábæra í Njarðvík, þannig að það búið stórefla körfuboltastarf í því hverfi. Þannig að við erum vissulega að gera hvað við getum og eins rætt hvað við getum, en aftur þetta kemur alltaf að fjármögnun og bakgrunn okkar og hvað við höfum þurft að leysa gegnum tíðina og það í eðli sínu mjög erfið áskorun að vera með 1000 manna aukningu á ári með þessan þrýsting á innviði og uppbyggingu á meðan þú ert með næstlægslu framlög meðal landsluta á Íslandi. Þannig að allt þetta helst í hendur, þannig að þetta er áskorun. Hvað með útlendingamáli? Þau hafa aðeins svona, já, þið hafa ekkert verið mjög sátt við stöðuna í þeim málum undanfarin ár í rauninni. Sko, Reykjanesbær hefur verið með samninga varðandi samræmda móttöku núna árabil, en þeir samningar eru ekki til í dag, þannig að við erum í rauninni ekki að sinna þannig þjónustu fyrir Vinnumálastofnun eða ríkið. Ósætti okkar og það sem við höfum ítrekað komið inn á var þegar að þessi ríkisstofnun fór að taka hér húsnæði á leigu fram hjá sveitarfélaginu og þarna voru bara fólk sem átti húsnæði sem að vildi fara í örugga leigu til lengri tíma en þetta var ofboðslega mikið á rosalega stuttum tíma. Hér voru mest 1100 manns á vegum Vinnumálastofnunar utan samninga Reykjanesbær og þetta voru við eðlilega mjög ósátt við og mótmæltu því í fjölmiðlum ítrekað við stjórnendur í meirihluta Reykjanesbær. En þetta er orðið mun minna núna í dag, við finnum það. Þannig að þetta var mjög óþægilegt, svona óbúslega stór þjónustuaukning og stuttum tíma og en aftur, þetta var framhjá okkur, þetta er ekki ákvörðun meirihlutans að fara þessa leið. Hvernig er staðan í dag? Er ennþá mikið af útlendingar sem koma hingað eða vilja koma? Mun minna en áður. Það síðasta sem að ég heyrði var að hingað væri að koma karlmenn frá Úkraínu sem væri að leitast eftir störfum hér og stríðir ennþá í gangi þar, þannig að það væri svona
helsti hópurinn núna, en þetta mikla flæði sem var hér fyrir nokkrum árum, það orðið mun minna. Alltaf við svona, maður heyri víða í samfélaginu svona, fólk að nýta í þetta, þú veist, og finnst mikið gert fyrir þetta fólk og einhverju segja á meðan það ekki gert nógu mikið fyrir okkar fólk eins og stundum sagt. Já. Þannig að það veit ekki allir bæjarbúar hvernig þetta fer fram. Nei, og líka það kannski ákveðin miskilningu með það að þetta sé eitthvað sem að sveitarfélögin kjósa sér. Þetta mál ríkisins og ríkisstofnana að sjá þennan hóp, en með samningu við sveitarfélögin sem eru núna hætt. Þannig að Vinnumálastofnun núna að sjá málaflokkin einn, ekki með samninga, allavega ekki við Reykjanesbæ. Þannig að þetta ekki málefni sveitarfélagana per se, þótt að fólk náttúrulega búi hér. Þannig að þarna ríkið og þetta ríkismál. Þannig að ber Reykjanesbær ekki kostnað af þessu? Við höfum bara verið með samninga við ríkið að þjónusta þetta fólk og við höfum verið að gera það mjög vel í áratugi, en nú eru engin samningar við ríkið. Þannig að þú ert að segja það að þetta sé ekki kostnaður hjá Reykjanesbær við útlendingar? Nú Vinnumálastofnun að þjónusta þennan hóp, ekki Reykjanesbær. En þið voru áður með samninga þar sem þið fengur greitt fyrir þetta. Já. Svona að samstarfinu í meirihlutanum. Já. Sjálfstæðisflokkurinn var búin að vera 3 kjörtímabil með hreina meirihluta. Já. Og þið eruð búin að gera sama núna frá 2014. 3 kjörtímabil. Já. Hvernig finnst þér að hafa samstarfi gengið svona við núverandi flokka eða þá flokka sem hafa verið í samstarfi á þessum tíma og svona hvernig sérðu línuna núna? Sko samstarfi hefur verið bara mjög gott. Við náttúrulega fyrsta kjörtímabili vorum við með frjálsu afli, en við hefum verið með beinni leið allan tíman. Samfylking, Framsókn og beinni leið núna síðast. Já. En bara gengur vel. Maður finnur að það samhljómur meðal okkar flokka hvernig við lítum á málefni sveitarfélagsins. Þannig að jú, samstarfi gengur mjög vel. Þegar þú horfir svona á ykkar verk, svona, ef við tökum bara síðasta kjörtímabil, þú mátt alveg fara lengra aftur tilbaka, en eitthvað svona sem að þú myndir svona segja frá og væri stolt af sem þið hefur gert? Já, ég stolt af fullt af hlutum. Ég meina, við höfum náð að reka Reykjanesbæ betur. Við höfum náð haldi á taumlausum útgjöldum sveitarfélagsins. Skuldir íbúar Reykjanesbæjar fóru úr 2,8 milljónum á mann í 1,5. Þannig að ég ótrúlega stolt af því. Og hafa verið í þessari frábæru uppbyggingu, ég meina byggja þess að 3 leikskóla kjörtímabilin út, því við sáum bara að við urðum að gera það, við fundum leiði til þess. Að leysa húsnæðisvanda körfuboltafélagsins í Njarðvík, við gerum það og við erum núna að fara yfir fótboltavellina, við erum núna með íþróttaakademíu verkefnið, uppbyggingu fyrir íþróttir og aðstöðu þeirra, við erum með fullt af verkefnum gangi. Við erum búin að umbreyta fitjabraut í verslunarsvæði sem við erum stolt af. Það fullt af verkefnum og þegar við loksins klárum Holtaskóla og Myllubakaskóla, þetta verður prýði þessu sveitafélags. Þú ert ekki að vera að mæta með eitthvað sprengju hér og við ætlum að gera þetta þegar ef við verðum kosin áfram. Eitthvað svona sem að þú getur lauma? Já, eitthvað sem þú getur lauma til okkar. Eitthvað lofórð sem að þið eru búin að skrifa niður núna sem við vitum ekki af? Ég meina, við ætlum bara að halda áfram að vera ábyrg í að reka þennan frábæra bæ. Við ætlum að halda áfram að styðja barna- og ungmennastarf hvaðan svo sem að því kemur. Við ætlum að halda áfram uppbyggingu hvað svo sem hún kemur. Við ætlum að byggja fleiri leik- og grunnskóla og við ætlum að styðja fjölskyldunar hérna. Við ætlum að styðja uppbyggingu hjúkrunarheimila þótt að við sem ekki beinn aðilaði en gera hvað við getum og bara gera bæinn okkar að frábæran stað til að búa. Eftir síðustu kosninga var Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn endaði náttúrulega samt í minnihluta var með 28% og núna var fulltrúi framboðsins umbótar að ganga inn í Sjálfstæðisflokkinn ef við leggjum saman árangur þessara 2 flokka í síðustu kosningu þá væru þeir með 36,5% og 4 bæjarfulltrúa. Svona bara smá pælinga því að þetta er ekki langt síðan þetta gerðist og eru vissulega sviptingar.
hefur það ágjörði að sjálfstæðisflokkurinn nái aftur hreinum meirihluta? Þeir þurfa ekkert mjög mikið, þurfa kannski 10% viðbót til þess að ná hreinum meirihluta. Ég ætla bara að einblína á það að stækka samfylkinguna og gera okkar flokk að frábærum flokki sem hann leggja áherslu á okkar atriði. Ég vil bara fagna því að hér fullt af fólki sem vil starfa fyrir sveitafélagið sitt og það kemur bara í ljós hvað kemur upp á kassunum. En ég stolt af okkar verkum undanfarin 12 ár. Ég stolt af því sem við látum eftir okkur og bara spennt fyrir framtíðinni framöndan. Það ekki hægt að sleppa að spyrja aðeins út í sameiningu sveitafélaga. Já. Það náttúrulega búin að vera sviptingar í Suðurnesjabæ, það óeining í sveitafélaginu búin að vera núna nokkuð lengi. Fólk ósammála nokkra hluti þar og það að sýna sér núna í undirbúningi fyrir kosningarnar. En hvað með svona, ekki réttast að Suðurnesjabæ bara saminist Reykjanesbæ? Auðvitað langskynsamlegast að sveitafélög sem liggja hlið við hlið á þessu stóra vaxtarsvæði sem svo margt sameiginlegt séu ein heild. Auðvitað það skynsamlegt. Maður hefur heyrt að sameining Suðurnesjabæjar hafi verið pínu meiri togstreita en fólk gerði sér grein fyrir, enda 2 byggðakjarnar og það eru ýmsar áskoranir þar, bara samgöngur á milli, en á endanum sé ég alveg fyrir mér að Suðurnesin verði ein heild og ein rödd. Ég meina það hagkvæmara fyrir íbúa, það ódýrara og það sterkari máttareining fram á við. En hvenær það verður, ég ætla ekki að lofa neinum það hér, auðvitað skynsamlegt. Hvað með svo Voga og jafnvel Grindavík sem að upplifa alveg splungun í alhuti, eins og við vitum all. Ætti þetta ekki bara að vera allt eitt sveitafélag? Væri það auðveldara? Svona í öllum rekstri og ná fram einhverju hagræðingu. Já, það væri varðandi það, en að sama skapi ertu með sveitafélög eins og Reykjanesbæ og Voga sem búin að stækka mjög hratt. Þannig að það komið innviða uppbyggingu hjá okkur báðum. Þannig að það pínu, ég ætla ekki að segja þessi ógerlegt, það bara flóki hver fer fyrir á stað þá, ef við þurfum að byggja 3 grunnskóla á sama tíma og aftur hver fjármögninni fyrir því. Ég held að vini mín í Grindavík séu bara ekki á þeim stað núna að þetta sé heppileg umræða. Nú þurfa þau bara að koma til þessi fótunum á ný og byggja sitt frábæra sveitafélag upp aftur, þannig að ég held að þetta sé ekki tímabært gagnvart okkar vinum þar. En Grindavík, já, en ég meina Vogar við hliðina okkur. Já. Þetta orðið ansi stutt úr Dalshverfi í Reykjanesbæ yfir í Voga. Þetta kannski 1 kílómetri eða eitthvað, það alveg fáránlega stutt. Einmitt. En svo líka bara þegar að sveitafélög með 24.000 manns og það svona mikil innviða uppbygging, þá það þrýstingur á kerfið. Þannig að það betra fyrir hvort? Fyrir hvort. Eða bæði til framtíðar. Aftur, þetta verður spurning og góð spurning að spyrja og auðvitað þurfum að gera það á hverju kjörtímabili. Þetta skynsamlegt núna? Betra að bíða? Og hvað mælir gegn þessu? Ég meina það hægt að horfa til ásins 1994 þegar Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinast og við vitum öll hvernig það hefur gengið. Það ekki hægt að horfa annað tilbaka en að segja að þetta hafi heppnast vel. Algjörlega, ég alveg því. Þetta hefði verið mjög sérstætt ef maður horfir á, ef þetta hefði verið rekstur hvert í sínu bæjarfélagi í dag ef maður horfir tilbaka. Og þetta ég meina við höfum fækkað þessa nokkra áratugi, þannig að þetta komið að þessu tímabili hjá mörgum sveitafélögum, skynsamlega að reka þetta áfram sjálfur eða vera bara risastórt sterkt sveitafélag fram á við. Hvernig finnst þér staða Grindvíkinga? Ég bara spennt að sjá kosningarnar hjá þeim. Mér finnst hugur í mínu nágrunum, ótrúlega stolt af þeim, þau eru búin að upplifa mjög erfiða tíma, óska þeim allsins besta og það er bara gaman að sjá þennan grindvíska hug í þeim. Þau eru bara fyrir sitt sveitafélag. Þetta æðislegt að fylgjast með þessu. Að því við vorum að tala Vogana áðan, þá náttúrulega þetta mér í hug Suðurnesjalína 2. Það risastórt mál. Það risamál. Hvað segir forseti bæjarstjórnar stöðuna á því í dag? Ég bara glöð og fegin. Þetta var mikið baráttumál, sérstaklega fyrir Reykjanesbæ.
og ég skil vogamenn alveg að þeir leiti að þarna vera að fara yfir þeirra landsvæði og það viðkvæmara en við bara samþykja það en þetta var bara orðið þannig að annarkvort voru að segja nei við fyrirtæki því við áttum ekki orku fyrir þau eða þetta var að hamla vexti okkar til framtíðar þannig að þetta var orðið alvarlegt fyrir okkur og ég man að umhverfisráðurinn okkar sagði það var það tók minni tíma að senda mann á tungli heldur en að byggja Suðurnesjalínu 2 og það ákveðin sorglegur húmor í því en við erum bara ótrúlega spennt að þetta komið af stað og þetta komið vel af stað þannig að við bara bíðum þakklátt eftir að hún komi. Þannig að flutningur raforku getur verið öruggur í framtíðinni. Já og við getum byggt Suðurnesin áfram upp á við. Eitt mál svona í samstarfinu kannski við framsókn hjá ykkur sem að þið eruð framsókn og þið eruð 2 stærstu flokkarnir í samstarfi meira hlutans í Reykjanesbæ, svo kemur beinleið. Ég hef heyrt og séð að þið í samfylkingunni hafa ekki alltaf verið sátt við gangmála í meira hlutanu hjá ykkur meðal annars sem tengist veikindum bæjarstjóra og ekki við gagnvart honum heldur það að oddviti Framsóknarflokksins hefur verið verið staðgengill bæjarstjóra. Varst þú ósátt við þetta? Telur að þarna hefðu þurft að semja eitthvað þetta betur? Þetta, við breyttum bæjarmálasamþykkt núna á kjörtímabilinu þar sem að við settum inn klásúlum það að formaður bæjarráðs myndi leysa bæjarstjóra af. Þannig að þetta lá alltaf fyrir. Við breyttum þessu þannig að ef að bæjarstjóri færi frá í lengri tíma, það er að segja ekki stutt frí, að þá væri þetta pólitísku fulltrúi sem að væri að stýra ekki starfsfólki beint. Þannig að við breyttum þessu. Þannig að þetta var alveg skýrt hvað myndi gerast. Við höfum verið á þessu kjörtímabili þá heppinn að Kjartan hefur farið frá nokkur sinnum en sem betur fer hefur hann bara náð sér og komið aftur til okkar og ætlar að klára með okkur. Það mjög mikilvægt, hann búin að vera vinsæll bæjarstjóri og okkur mikill stuðningur þennan áratug. Þannig að þetta ekkert óeðlilegt við þetta og meðan að oddviti Framsóknar fór í bæjarstjórastólinn þá sinnti ég formennsku bæjarráðs á meðan og við höfum bara unnið mjög vel saman. Við erum ekki ólíkir flokkar í kjarnan þótt að við séum flokku sem vinstri og miðja. Þannig að Ertu að segja að það hafi ekki verið neitt styrleiki í þessu máli? Styrleiki, nei, ég meina hún bara samkvæmt bæjarmálasamþykkt fer í þetta starf og ég fer þá að leysi hana af þannig að Kjartan var lengur í burtu en við heldum og hann fer þarna 2 í veikindaleyfi en sem betur fer komin aftur og hefur staðið sér vel þannig að við hefum bara náð að vinna þetta vel saman. Og þá er það loka spurningin í beinu framhaldi er Guðný Birna bæjarstjóra efni samfylkingarinnar? Við erum ekkert, allir oddvitar núna eru bæjarstjóraefni nema annars ákveðið. Það er alveg ljóst. En þetta er ekki forgangsmál hjá okkur. Þótt að vissulega tekur samfylkingin það embætti þegar við komumst í meirihluta næst. Þannig að það liggur ekkit á okkur að tækla það embætti en þetta er ekki forgangsmál okkar út á við að það er þetta eða ekkert. Það er ekki þannig. Nú hafa sjálfstæðismenn lagt mikla áherslu á það að þeirra nýja oddviti er þeirra bæjarstjóra efni. Heldur þetta komi meira upp núna í komandi undirbúningi fyrir kosningarnar, svona umræða bæjarstjóra, þið réðuð óháðan bæjarstjóra á þeim tíma 2012 2014 já. Og þegar Kjartan Már kom. Já. Þannig að hefur þú trú á því að verður meiri áhuga ef að þú kemst í þá stöðu að vera í áframhaldandi meirihluta að hefur þú meiri áhuga á því að staðan yrði auglýst heldur en að velja einhvern úr þeim frambóðum eða flokkum sem að verða í nýju meirihluta? Það hefur reynst okkur óbúslega vel að hafa ráðin bæjarstjóra núna undanfarinn áratug og hvað sem það sé bara út af eiginleikum Kjartans eða hafa þarna ráðin mann með sér. Þannig að það hefur gengið mjög vel. Eins og ég sagði þetta er ekki forgangsmál okkar að taka þetta starf en auðvitað munum við sinna því þegar að því kemur. En það fer bara svolítið eftir líka með hverjum við ætlum að vinna og ólíkt sjálfstæðismönnum sem hafa verið mjög
bersýnilegri á hvað þeir ætla að gera, þá eru við opin fyrir samstarfi fyrir öllum. Okkar aðalatri í samfylkingunni að reka áfram rekstrahæfan Reykjanesbæ og efla þennan bæ fyrir íbúan okkar. Það höfuðmálið. Takk fyrir og gangiði vel. Takk fyrir.